Þegar við kaupum dýra hluti þá getum við, ef við eigum ekki peninginn, annarkvort safnað fyrir viðkomandi hlut eða það er hægt að kaupa hann á einhvers konar raðgreiðslum eða fá einhvers konar lán. Raðgreiðslur er ekkert annað en lán. Ég er búinn að setja upp hérna dæmi þar sem að ég er búinn að ætla að kaupa mér annarkvort dýra myndavél eða tölvu eða eitthvað sem kostar 300.000. Og annars vegar með því að borga 30.000 krónur inn á reikning sem að borgar 8% mánaðarlega vexti. Það þýðir ekki 8% vexti í hverju einasta mánuði, heldur það er 8% vextir á ári, þannig ég þarf að deila því í 12. Þá er þetta 0,667%, tæplega 0,7% vextir í hverju einasta mánuði. Og ég geri þetta í 10 mánuði. Þá er ég búinn að leggja inn 30.000, það er samtals 300.000, en vextirnir yfir þessa 10 mánuði eru 11.229 krónur. Það er til annað myndband hjá mér það sem ég sýni hvernig við setjum þetta upp, ég er ekki að nota þetta myndband í það. Þannig ég gæti keypt myndavélina eftir 10 mánuði og ætti 11.000 krónur rúmlega í afgang. Ef ég hins vegar kaupi myndavélina strax á einhvers konar raðgreiðslum og það er hérna miða ég við 16% vexti, þeir vextir geta alveg verið hærri, bara breytilegt og það getur verið lántökukostnaður eða færslugjöld eða eitthvað sem fylgir þessu líka sem ég er ekki með hérna, þannig að kostnaðurinn hér getur verið ennþá meiri. Hér borga ég 30.000 í hverjum einasta mánuði, en ég þarf líka að borga vexti. Þannig að munurinn hér borga ég 30.000 eins og áðan, nema ég verð líka að borga vexti. Og það eru rétt 4.000 krónur fyrsta mánuðin. Svo lækkar það reyndar af því ég er að borga þetta alltaf niður 30.000 á mánuði. En samtals er ég að borga 21.995 krónur í vexti. Mismunurinn á þessu tvennu að ég að vera 11.000 í plús og tæplega 22.000 krónur í mínus eftir dæmið að þurfa að borga meira er 33.224 krónur. Þannig ég á 33.000 kall aukalega með að gera þetta svona eða svona. Munurinn liggur ég, hér býði ég í 10 mánuði, hér fæ ég hlutinn strax. Ég veit að það getur alveg verið flókið að býða, en með því að safna okkur fyrir hlutum í staðinn fyrir að taka það á einhvers konar raðgreiðslum eða láni, það kostar. Við erum að spara pening með því að leggja fyrir frekar en að nota einhvers konar raðgreiðslur.